Sósíalistaflokkurinn landsbyggðarflokkur? Sósíalistaflokkurinn var náttúrulega stofnaður hérna í Reykjavík, hann var stofnaður í Tjarnarbíói, sem bara niður í Kvosinni, bara örfáum metrum frá bæ Ingólfs, bara í miðri Reykjavík. Og auðvitað hefur það haft svona áhrif á þróun flokksins, það svona ívið fleiri borgarbúar sem í flokknum hlutfallslega heldur en fólkið út land, en munurinn ekkert svo stórkostlegur. Og kannski hefur fókusinn af því að starfið okkar hérna fyrir sunnan svolítið litast af því, það gerist oft svona í mannfélaginu, að líkur sækja líkan heim og þið þekkið þetta, að maður þarf að vinna á móti því, að flokkar svona klíkuvæðist ekki eða séu með of þröngt sjónarhorn. Og Sósíalistaflokkurinn er mjög meðvitaður þetta. Ég var að tala áðan það hvernig væri okkar hlutverk að taka hugsun sósíalismans og endurfæða hann inn í okkar tíma, raunverulega búa til stjórnmálastefnu sem að hentar hinum versettu en hentar líka verkalýðnum og millistéttinni, sem að fjallar raunverulega hagsmuni þessa fólks, vegna þess að stjórnmál kannski undanfarna áratuga undir hæl auðvaldsins og það sem hefur verið kallað svona elítustjórnmál, hafa kannski ekki náði og það þekkja það allir, hafa ekki náði að tala til fólks, að ná utan raunverulega hagsmuni fólks. Þannig það er það sem við erum að reyna að gera, ekki bara hérna í Reykjavík heldur á landinu öllu. Og þegar ég hef verið að ferðast landið, þá áttar maður sig á því að kannski þau stjórnmál sem helst þurfa á endurnýjun að halda eru svona landsbyggðarstjórnmál. Því það er ákveðin hætta að þegar að stjórnmálin ná ekki að fylgja eftir þeim breytingum sem hafa orðið víða land, að það séum við með stjórnmál sem eru raunverulega bara eftirhittur gamalla hugmynda. Og þá gerist það að koma alls konar svona lukkurittar að stuttu fyrir kosninga og segja eitthvað svona sem á að hljóma eins og því standi með landsbyggðinni á móti höfuðborgarsvæðinu, segja Reykjavíkurflugvöllur eða eitthvað svoleiðis, vera á móti miðhálendis þjóðgarði eða eitthvað slíku, að það hljómi eins og þessi að berjast fyrir hagsmuni alþjóðunnar út á landi, en það er ekki þannig. Það sem við þurfum að gera, alveg eins og við endurnýjum svona grunnþætti stjórnmálanna, að þá þurfum við að búa til endurnýjaða pólitík fyrir landsbyggðina sem að henta raunverulegum hagsmunum fólks út á landi. Og það ætlum við að fara að gera núna og höfum verið að gera. Við ætlum að leggja mikla áherslu á það núna á vormánuðum að ferðast landið, hlusta fólk, heyra hvað skiptir það raunverulegu máli, hvernig óréttlætið birtist, hvernig valdaafsalið birtist. Við getum tekið dæmi að við tökum þessi á Húsavík. Það er ekkert svo langt síðan að eiginlega allar ákvarðanir sem skiptu máli í Húsavík varu teknar á Húsavík og í nærsveitunum. Þarna voru félagslega reknar útgerðir, líka einkaútgerðir, þarna var kaupfélag og þarna var félagslegur rekstur í tengslu við landbúnaðinn, þarna var öflugt samfélag. En því miður hefur þróunin orðið sú undir kapítalismanum og nýfrjálshyggjunni að það er alltaf færri og færri ákvarðanir sem eru teknar á Húsavík sem að skipta megi máli fyrir Húsvíkinga. Nú er það þannig að kvótinn er farinn og það er komin stóriðja, kísilver á Bakka. Ákvarðanir fram til þess eru teknar í Þýskalandi eða einhverju fjölskyldur sem á fyrirtæki þar. Og þannig á það við að verslanirnar sem eru þarna eru útibú frá vestunum fyrir sunnan. Og það er alltaf minna og minna sem að Húsvíkingar hafa með það að segja hvernig samfélagið sitt þróast. Og þetta er náttúrulega í algjörri andstöðu við sósíalismann sem að trúir því að völdin eigi að fara til fólksins. Og við viljum að völdin það hvernig Snæfellsnesið þróast, Vestfirðirnir þróast, Húnaflóin, Skagafjörður, Eyjafjörður og það fram eftir sé meira og minna í höndunum af fólkinu sem býr þarna. Öðruvísi getum við ekki búið til gott samfélag nema fólk alls staðar á landinu hafi vald að þróa samfélagið eins og því best hentar.